við ætlum að ræða heimsmálin eins og sagt kannski fyrst og fremst Gaza og afstöðu íslenskra stjórnvalda til þjóðarmorðsins á Gaza. Hún hingað komin Helena Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur sem oft komið í þáttinn, oft í gerum Zoom, gaman að fá við hingað í stúdíó. Það var fundur á laugardaginn, þjóðfundur, þjóð gegn þjóðarmorði, sem var stuðningur við palestínumenn. En var líka kröfur á okkar stjórnvöld og þau kristuðu svolítið fram kröfunar og ég upplifði það að það væri vilji allra fundamenn að taka undir þessar kröfur. Spegluðu svolítið í erindi Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrir utanríkisráðherra. Þessum voru lagðar fram ýmsar kröfur að Íslendingar myndu styðja Suður-Afríku í kærunni, að færa á bak við þá kæru, að við myndum segja okkur frá Eurovision og út úr Evrópu, fótboltanum og alls það sem við erum neitt til þess að mæta Ísrael, að við myndum rifta fríverslunarsamningi EFTA við Ísrael. Ég heyrði ekki betur en hún nefndi valkost að slíta stjórnmálasambandi. Og síðan var svolítið fjallað þetta helgina og það var fundur í utanríkismálanefnd á mánudaginn og þar kynnti Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem að ég veit ekki hvort þetta var fyrirfram ákveðið eða hvort þetta var svar við þessum kröfum á þessum útifundum. En niðurstaðan fannst mér vera svolítið þunn miðað við kröfunar sem voru lagðar fram á laugardaginn. Þetta sem að ríkisstjórnin ákvað að gera, er þetta aðgerðir í sjálfum sér eða er þetta bara meira af því sama, fleiri orð? Ég seti þetta alltaf í samband við aðgerðir gegn Rússum. Ég skil ekki af hverju Evrópa og evrópski leiðtogar get ekki stigið fullt skref. Vissulega innan Evrópusambandsins eru ólík ríki og sum standa þétt við baki á Ísrael eins og Þýskaland sérstaklega. Einhver leyti Austurríki, Ungverjaland. En mér finnst þessi tvískinnungur svo erfiður gagnvart þessum tveimur atriðum vegna þess að þú getur alveg fært þér rök fyrir því að það sem er að gerast á Gaza er þetta er náttúrulega ekki samkeppni umurð en mér finnst það sem er að gerast á Gaza er í rauninni hvað alþjóðalög varðar er ekkert síður slæmt eða hræðilegt vegna þess að það eru allir sérfræðingar heims í þjóðamorði eru búin að lýsa yfir þetta sé þjóðamorð líka Ísraelar sem eru sérfræðingar í þjóðamorð. Og þurfum við ekki að deila það, við höfum bara nægar upplýsingar. Akkurat. Þannig að bara venjulegt fólk út í bæ, þegar það horfir upp á þetta, þá veit það alveg hvað þetta er. Það er ekki að skýra þess að baka einhvern lögfræðilega skilgreiningu. Nei, fyrir utan það. En lögfræðilega skilgreining, engu að síður, gleymum því ekki alþjóðadómstóllinn að hann í rauninni kom með þennan bráðabirgða úrskurð að okkur bæri að stöðva þjóðamorð. Sagði það líkur betur til þess að það verið þjóðamorð fyrir 1,5 ári. Akkurat, þannig við þurfum ekkert að bíða. Akkurat, við þurfum ekkert að bíða eftir því að alþjóðadómstóllinn síðan segja þetta sé þjóðamorð, því þá höfum við brugðist okkar skildum. Eins og ég segi, ég held og margir þarna sem hafa verið á fundinum helgina sem krefjast aðgerða. Ég á rosalega bágt með að skilja hvaða ítök Ísrael hefur á okkur á Evrópuríki þar sem að við erum ekki tilbúin til þess að ganga fullt skref til þess að koma í veg fyrir það að það sé verið að murka hreinlega lífið úr smábörnum á hverjum einasta degi og þetta er svo hræðilegt að því svo koma fréttir og eins og ég segi, þetta er ekki samkeppni í umburðin, ég vil bara setja þetta alltaf í samkeppni ég vil setja þetta alltaf bara, ég vil bara skoða hvað við erum að segja gagnvart Rússlandi og hvað við erum að segja gagnvart Ísrael. Og þegar það voru gerðar árásir bara núna fyrir nokkrum dögum og það var talað það að ömurlegt að Rússar gerðu árás og það var smábarn eða einhver börn sem að dóu og þetta er algjörlega, þetta er árás á óbreytta borgara, er bara stríðsglæpur. En magnaði þetta upp, hvað er að gerast á Gaza? Það er svo miklu ræðilegra þanniglega séð. Þess vegna finnst mér, ég skil þetta ekki. Þegar maður tekur samanburðina, þá var ég að hlusta á hátíðisfréttirnar í morgun. Og þá var verið að segja frá því að það hefði verið pólski herinn hefði skotið niður dróna. Já. Var ekki neitt skadað því og engin ógnaldi af því
og ég meina engin veit almennilega hver sendir þetta þarna inn og hvort það var óvilja verk eða eitthvað slíkt. En ég var svolítið hissað, ég var bara að leita að vita þessi frétt búið að vera í 8 mínútur. Já. Og það var talað við sendiherran og það var verið að spurja fólk hvernig í liði, hvort þau upplýði ykkur að ógna þessu, sem að mér finnst vera bara eitthvað leikhús. Á sama tíma, bara meðan að fréttatími var að það hefði ábyggilega 1 eða 2 börn dáið á Gaza. Alveg ábyggilega og svo ég tala nú ekki dróna árásirnar og tæknina sem er verið að nota og það er verið að nota palestínumenn sem bara hreinlega bara guinea pigs inn á sem svæðum. Það er talað um það að hergagnaðiðnaðurinn í kringum Ísrael að hann er svo svakalegur að þeir hafa verið að nota bara hreinlega hernámið til þess að testa þessa dróna á venjulegu fólki og gervigreind. Þannig að við erum að tala um alveg, sko, það er ekki eins og niður hægt að já, bara þessar dróna árásir inn á Gaza, sko, við erum með bara lækna sem hafa hreinlega sagt frá því og sjónarvottar sem hafa sagt frá því að það hafa verið börn, eða þess að það hefur verið fleygt sprengjum á húsnæði og svo hafa drónarnir jafnvel bara fyllt á eftir til þess að sko bara að klára verkið. Já, þannig að það hefur verið að lokka fólk inn til þess að bjarga. Já. Og svo þá koma síðan aðal drónarnir eftir til þess að drepa þá hjálparstarfsmennina og bara ættingi og vini og fleira sem eru að koma til hjálpar. Fréttamenn sem að voru þarna daginn sem að voru drepnir og svo þegar fólki kom að hjálpa þeim að þá kom bara önnur sending. Og ég meina það er ekki hægt að hugsa sér verið stríðsglæp en þetta er, þess vegna skil ég ekki, ég spyr enn og aftur og eina niðurstaðan sem ég hef komist að er hreinlega svo að Bandaríkin, að Evrópuríkin séu bara svo hrædd við að Bandaríkin komi með einhverja refsiaðgerðir gagnvart Evrópu eða einstaka löndum sem að taka skrefið. Ég myndi hins vegar hafa viljað sko því að utanríkisráðherra talar um að Ísland sé ekki neini brautryðjendur. Þau svona fylgja svolítið með það minnsta sem þau mögulega komast af með til þess að sýnast vera að gera eitthvað. Það er að stíga í spór annara. Stíga í spór annara en samt ekki þó. Sem eru þó spór sem hafa sannað að þau duga ekki. Akkurat. Og ég hefði til dæmis vilja sjá Ísland af því að sko ég skil alveg að það eru hérna umræður, praktískar umræður um fríverslunarsamninga og denslags og það þetta séu tæknilega atriði og annað. En við gætum alveg farið áfram og sagt við ætlum til dæmis ekki að fara í Eurovision. Hvaða mál er það? Hvaða mál er það? Þetta með íþróttirnar. Þú veist, þetta eru hlutir sem að í rauninni hafa ekkert einhverja skaðlegar afleiðingar fyrir okkur. Við erum ekkert að fá einhverja refsiaðgerðir fyrir að taka þarna. Vegna þess að ég vil minna bara fólk á það. Við erum ekkert að tala um einhvern valkost ef við ætlum að stíga að standa okkur gagnvart þeim samningi sem við höfum skrifað undir og ráðherrann nefnir þetta. Að við erum samningsbundin að því að reyna að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Gera allt sem við í okkar valdi stendur. Já, við erum ekkert að gera allt sem við í okkar valdi stendur. Ég meina, við erum að tala um það að heil íslensk stjórnsvísla undirlögð er með ísraelskt fyrirtæki sem greiðslumiðlun, sko. Þannig að, en svo finnst mér líka þetta að farbann á einhverja 2 ráðherra bara settu farbann á alla ríkisstjórnan. Ég meina, sko, fyrir utan það að þeir eru núna með þetta fyrir alþjóða glæpadómstólnum, sko, þessir menn, þessir 2 Smoldrich og Ben Gvir. Ég meina, Netanyahu og fyrirverandi varnarmálaráðherra Gallant, þeir eru eftirlýstir alþjóða glæpadómstólnum. Akkur, hún myndist ekkert á það. Eru þeir ekki á þeim lista eða er það sjálfsagður hlutur að eru við búin að gefa það? Ég veit það ekki. Ég reynilega spyr þig hvort að þú munir eftir í hvort að við höfum sagst að við munum handtaka það á sjálfsögðu ef þeir kæmu ekki það þeir séu að koma til Íslands. En ég meina mér finnst alltilega að taka fullt skrif og segja bara eftirlýstir menn munu ekki fá að koma hingað neitt í þáttöku í þessari ríkisstjórn. Og ég er alveg á því að við ættum að skoða það alvarlega að sjálfsögðu að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Að sjálfsögðu, við gerðum það við Rússland. Við gerðum það ekki. Já, við lokuðum sendiráðinu. Ég meina það er hægt að loka einhverju konsulati. Ég meina við held að við séum ennþá með vantarlega konsulatna. Akkur ekki að skoða eitthvað svoleiðis. Þannig að mér finnst þetta ekki nógu langt gengið. Það sem kom saman daginn var frá Spáni kom til dæmis algjört bann við vopnasölu.
Núna í dag að þá var Ursula von der Leyen að halda svona State of the Union ávarp fyrir Evrópu þingið. Þar, ég kann ekki alveg að lesa út úr þessu, en ég heyri ekki betur en að það sé eiginlega gengi lengra heldur íslensk stjórnvöld. Það á eftir að koma ljós vegna þess að það voru hérna nokkur aðildarríki, Hollendingar, Írland, Spánn sem kröfðust þess og einhverju fleiri og svo kom jógstuðningur við það að það eru gerð úttekt á samningnum við Ísrael sem að samningurinn sem er í gildi milli Ísraels og Evrópu, ESB. Og það sem þannig að það var ekki hjá því komist að þegar að niðurstöðnar frá þessari úttekt voru klárar sem að komi núna út, að þá var skýrt mál að Ísraelar eru að brjóta á mannréttindum á fólki á Gaza. Og til dæmis það að nota hungur sem vopn, þetta var í þessari skýrslu. Það sem gerist núna er það að af því að þetta brýtur þar að leiðandi ákvæði Evrópusambandsins sem eru með viðskiptasamninga að það átómatist verð þá í ferli að það verði að skoða þessa viðskiptasamninga og þeir mögulega kansuleraðir eða eitthvað gert eða jafnvel settar viðskiptaþvinganir. Vandamálið með viðskiptaþvinganir í Evrópusambandinu er það að þú þarft að hafa þetta verður að einróma ákvörðun og þú ert ekki að fara að fá Þýskaland, Ungverjaland, ég held líka Litáen. Það var samt þessi orð voru í ræðu Úrsulu. Já, sko, það er nú talar eins og þjóðveri og hefur verið mjög einarlegur stuðningsmaður þjóðamálsins, verður maður að segja bara. Já, enda hún stuðningsmaður Ísraels. Algjörlega. Og hún hefur ekki, sko, þau hafa aldrei. En hún í dag að segja orð sem að þú hefur ekki spáði um að segja fyrir mánuði sinni. Nei, það er að því hún er komin hún getur ekki út af þessari úttækt sagt neitt annað. En það sem að sko framkvæmdastjórnin hefur gert er ekkert. Framkvæmdastjórnin hefur dregið lappirnar í því að leggja á borð table einhverja svona hugmyndur mögulega að Ísrael sæti einhverju allir bara gagnrýnir hreinlega. Því hún hefur sagt, hún hefur nefnilega ekki endilega einskorðað vald til þess að lýsa yfir þessum algjörða skilyrðislausum stuðningi. En núna er hún bara komin, hún er bara að því þessi skýrsla er komin að þá verður að endurskoða þennan samning, þennan tvíhliða samning. Það er til dæmis talað um það að Ísrael í gegnum einhvern sérstakann samning sem þeir hafa svona ákveðin forgang inn á markaði Evrópu. Evrópa er stærsti markaður fyrir Ísrael. Þannig að þau verða núna bara út af lögum Evrópusambandsins að fara í sauman á því að mögulega rifta þessum verslunarsamningi vegna þess að, en það þýðir ekki að það náist samkomulag síðan viðskiptaþvinganir sem er allt annað mál. En þetta verður ótrúlega, og ég er alveg sammálaður, ég velti fyrir mér í ljósi. Þetta er hljómar eins og stærra skref. Það er það sem ég er að segja. Þorgerður Katrín var að segja með það að seinka endurskoðun á fríverslunarsamningi við EFTA. Það er nefnilega málið og nú ætti þar af leiðandi EFTA-ríkin að koma saman og ræða akkurat þetta. Því ef að það er komin skýrsla innan Evrópusambandsins sem sýnir klárlega fram á það, þá verður við að skoða hver ákvæðin eru í þessum viðskiptasamningum sem EFTA hefur tvíhliða samninga við önnur ríki. Þannig að ég gerir þá ráð fyrir því að Þorgerður Katrín geti þá væntanlega farið að stíga í spor Evrópusambandsins og ganga lengra. Hvað þýðir það? Ég þekki náttúrulega ekki í einhverjum details ennum þessum fríverslunarsamningi við Ísrael, ég hef ekki skoðað hann, en mér þætti gaman að sjá hvernig, ég veit ekki hvernig þetta stendur gagvart til dæmis verslun, bara Rapid á Íslandi og allt þetta sko, að veri mjög gaman að rýna þess ofan í þetta. En ég gerir ráð fyrir því að núna þegar Evrópusambandið, ekki endilega það að von der Leyen hafi viljað að stíga þessi skref, ég gerir ráð fyrir því að Íslendingar geti þá sest aftur á borðinu og sagt býtu nú við, þetta er eitthvað sem við þurfum þá að skoða í ljósi nýjustu og þá bendi ég á það, ekki bara því að Evrópuráðið er að gera það, heldur það sem er í skýrslunni sem kemur í þessari úttekt frá Evrópuráðinu sem við ættum að geta notað. En þú segir að þú skilir ekki af hverju Evrópuþjóðirnar bregðast öðruvísi við Rússum en Ísraelsmönnum. Hver heldur að skilja ekki sig? Bandaríkin. Og er það þannig að við sögum einhverja fréttir frá því að svo reynt að tína til fréttir það sem að kemur fram
svona hótanir Bandaríkjamanna, meðan annars að norski olíusjóðurinn vill ekki fjárfesta í Caterpillar sem eru jarðýtur sem eru notaði til þess að hreinsa til á Gaza. Já. Og þá voru í norskum miðlum hendi bara í fyrradag fréttir af því að það voru hótanir frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálaráðuneytinu í Bandaríkjunum gegn Noregi. Heldur að sé þannig að ef sú Evrópuþjóð sem að stígur lengra að hún kalli yfir sig refsiaðgerðir Bandaríkjanna? Mjög líklega og það er þá einhver slagur sem Evrópuríkin verður hreinlega að taka saman. Vegna þess að ég er alveg á því og ég skil það alveg en það er við mörg sem að teljum þetta að því eins og ég segi í því sambandi að þetta sé þjóðamorð þá að sjálfsögðu erum við ekki sko að fara að setja það fyrir okkur að það komi eitthvað efnaðslega út fyrir okkur illa að við missum kannski 1% þjóðaframleiðslu að því að við eða sérst 1% að GDP að því að við höfum tekið réttu ákvörðun það að stöðva þjóðamorð. Ég meina Guð minn almáttugur, ekki erum við vonandi þar. Ég vildi reyndar þú nefnir Spán. Spán er búin að banna allar að vopna að þeirra lofthelgi og hafnir séu notaðar í þeim tilgangi að þar fari vopnasendingar fram. Ég hef ekki séð neitt slíkt hjá utanríkisráðuneytinu. Ég held að utanríkisráðuneytið sé svo djúpt í þessu varnarsamstarfi við Bandaríkin að það sé okkar akkilsarhæll í þessu öllu saman. Vegna þess að við erum með þennan svakalega samning frá 1951 sem var síðan skrifaður undir í fyrir luktum dyrum af utanríkisráðherra án ég tel í sem var í starfsstjórn. Það sem að þessi samningur var útvíkkaður. Við erum föst í þessu óbeldis sambandi með Bandaríkjunum. Það held ég að sé raun. En við höfum ekki svona sjálfstæði í mótun utanríkisstefnu. Við getum bara haft á utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamönnum líkar. Já, það held ég að sé ástæðan. Og þannig eigum við að skilja þetta tal að stíga ekki nema í spor annarra. Já, en það búið að þetta er svo lappið við jarðsprengjusvæði. Já, þetta er þannig. Að þú stígur það sem að einhver hefur stíð áður, þannig að það springi ekki. Já, ég held bara að það sem við að vísa svona óbeint í það að þetta sé samskipt okkur við Bandaríkin. Já, við erum líka bara með við erum með stanslausar sendinefndir hérna og stanslausar fundi með Bandaríkjamönnum varnarmál Ég meina við erum bara svona. Þannig að ég vola hrættum að við séum bara að selja sálu okkar til þess að og horfa fram hjá því að það sé þjóðamorð og við erum ekkert að lifa eftir því, eða við stöndum ekki í lappirnar gagnvart því og þess vegna erum við að dansa í kringum einhverja smotterís aðgerðir sem skipta í rauninni engu máli. Fólk eins og ég sem ég meina búin að vinnandi í Sameinuðu þjóðunum í fleiri ár, það er rosalega erfitt fyrir mann að sjá upp á það þegar að alþjóðasamningar, alþjóðadómstóll, allt alþjóðakerfið, öll alþjóðalög eru virt að vettugi, hvort sem það er bara í tengslu við bara allt að innrásinni inn í Írak og svo það sem hefur verið að gerast síðustu ár, það sem Vesturlönd eru gríman fallin hvernig Vesturlönd haga sér oft, þannig að við getum ekki átt vona því að geta gagnrýnt önnur ríki fyrir það sem þau gera, vegna þess að eins og ég segi, gríman fallin. Mér finnst rosalega erfitt að vinna innan þessa ramma þar sem að alþjóðalögin eru virt að vettugi, vegna þess að það ríkir ákveði stjórnleysi og ákveði anarki þegar að við erum í rauninni fannin að horfa á það að þessar stofnanir eru virtar að vettugi. Þannig hvert eru við þá að fara? Ég er reyndar alltaf mjög jákvæð. Ég var á fundi í morgun að tala einmitt framtíð Sameinuðu þjóðanna. Því ég sitt í stjórn Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og þetta er það eina sem við höfum. Sem við erum 80 ára þess að dana. Já, en þetta er það eina sem við höfum, Og þess vegna er sorglegt að sjá Vesturlönd sem að, þetta er náttúrulega, það þarf að breyta Sameinuðu þjóðunum. Þetta er allt of, norðrið hefur allt of mikil ítök innan Sameinuðu þjóðanna. Það þarf að lyfta suðrinu upp í þessu samstarfi. Það er ekki vilji til þess. Það er náttúrulega ekki vilji. Ríkin sem hafa neitunarvaldi í öryggisráðinu vilja ekki gefa það eftir, en það er krafa mikla breytingar. Það eina sem ég er að vonast til er það svona með Trump og hans áherslum, það sem að hann er í rauninni svolítið að ísolera Bandaríkin svolítið diplomatist, meir og meir. Hann hefur bara ekki trú á alþjóðastofnunum. Hann hefur það ekki. Það er gegn hagsmunum Bandaríkin að Bandaríkin tapi alltaf í slíku. En ég meina þá er það líka bara
sko þá erum við kannski að fara einmitt úr þessum einpóla heimi, þar sem Bandaríkin hafa í rauninni ráðið öllu síðastliðin 30-40 ár, sérst frá því að kalda stríðinu lauk, og síðan erum við að fara inn í fjölpóla heiminn, þar sem eru fleiri ríki. En sko, þess vegna, ég held að sé ágætt fyrir heiminn að sjá Bandaríkin þeirra vald dvína, vegna þess að þetta ofurvald þeirra yfir bara til dæmis Evrópu ekki bara, þetta bara stór hættulegt og þetta er ekki heilbrigt. Þetta er ekki heilbriður heimur sem við lifum í dag þegar við horfum upp á börn myrt á hverjum einasta degi og við viljum ekki gera neitt út af því að við erum svo hrætt við það að fá einhverja hefndaraðgerðir frá, sko hugsaðir, frá Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega klikkuveröld sem við erum komin í. Hverjar gætu það verið? Segjum til dæmis að Ísland myndi fara með meðal ákærenda með Suður-Afríku. Það kom fram hjá Þorgerði Katrínu að adressaði það og sagði að Íslendingar myndu senda greinargerð. Það er ekki það sama og var krafa sem var lögð fram á laugardaginn. En ef Íslendingar myndu allt í einu ákveða það, sérðu fyrir þér hverju viðbrögð Bandaríkin getur verið? Það er ómögulegt að segja vegna þess að við erum, sko, það er bara hvernig Trump vaknar þann daginn, sko. Við erum náttúrulega að díla við alveg sérstakann mann og hans ríkisstjórn, þannig að eins og ég segi, ég skil. En stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael alveg, skiptir ekki máli hvort það sé Trump eða Biden. Þetta er bara sama batterið, sko. Obama eða Bush. Nei, Ísrael er bara útþenslu, það er bara einhver, þú veist, armur af Bandaríkjánum inn í Miðausturlöndum. Þjóðamorðið er borgað af Bandaríkjamönnum, þannig það er bara sami hluturinn, sko. Þannig og það er hryllingur að hlusta á orðræðu hjá fórseta Bandaríkjanna sem talar einmitt þjóðernishreinsanir bara eins og að borða eitthvað músli, sko. Þetta bara er ekki neitt fyrir þeim. Svo núna, þú veist, þetta að banna gef ekki út vegabréfsáritanir til hinna og þessa sem geta þá ekki tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi innan Sameinuðu þjóðanna í New York á allsherjarþinginu. Ég meina þetta, þú veist, það er alveg ljóst að ríki heims, að því að sko, ef þú horfir bara á kosningu á allsherjarþinginu, til dæmis í málefnum Palestínumanna, þá eru Bandaríkjamenn algjörlega einangraðir í því og maður vonar bara að vald þeirra, soft power, hard power, það fari allavega dvínandi svona á næstu árum, því það þarf balans. Við getum ekki lifað í þessum heimi sem að, sko, það sem samþjöppun er svo hrikaleg og bara allt fjármálakerfið, hvernig þessu stýrt, ég meina stóra myndin, hún er bara skelfileg. Það er bara, við erum bara að tala um það að í gegnum þetta military industry complex þarna í Bandaríkjunum, þá er þetta bara alls ráðandi og við búum í þessum bara skelfilega, hryllilega ljóta heimi og svo er sko eitthvað fólk eins og ég og fleiri sem erum að vinna hjá einhverjum hjálparstofnunum og þróunarstofnunum að reyna eitthvað að pjastla upp eitthvað sko á átakasvæðum þegar að aðildaríkin eru í því að sko í proxy styrjöldum allstæðar, ég menn það er bara raunveruleikinn. En ég segi samt enn og aftur, Sameinuðu þjóðirnar eru eini vettvangur þar sem ríki heims saminast og tala saman og það er alveg ótrúlega mikið verk sem er unnið á baku tjöldin þar sem er verið að semja og komið vekk fyrir átök og semja á milli stríðandi fylkinga. Án Sameinuðu þjóðanna, ég veit ekki einu svona hvar við værum. En því miður eru við hvorki við, Íslendingar, né Evrópuríkin, við erum ekki að hjálpa Sameinuðu þjóðunum núna að meðan við erum ekki tilbúin til þess að taka þau skref sem þarf til þess að uppfylla okkar ákvæði í þessum samningi þjóðamorð. Það er bara... Það er vegna þess að Bandaríkin vilja það ekki. Þannig að það sem að Sameinuðu þjóðunum þó gera er það bara sem að Bandaríkin eru sátt við. Sko... En annað, ég menn, það er ekkert brotið niður meira svona... alþjóðastofnanir heldur en Ísrael og stuðningu Bandaríkjanna við það, hvernig er þverbrotið gegn öllum samþykktum Sameinuðu þjóðanna og afhjúpast, þetta bara virkar ekki. Akkurat. Og svo náttúrulega gangar ennþá lengra með að setja viðskiptaþinganir á dómara í alþjóðlegum dómstólum sem að eru með úrskurði sem þeim falli ekki. Þannig að Bandaríkin eru bara systematískt að brjóta niður það svona alþjóðakerfi sem okkur var alltaf sagt að þetta vera helsta skjól, sérstaklega smárra þjóða. Þeir eru náttúrulega búin að vera að brjóta það niður lengi en það hefur bara aldrei verið svona sko opið skátt, skilurðu. Ég meina... Það hefur Bandaríkin verið unnið en ekki verið einarðir stuðningsmenn Sameinuðu þjóðanna síðan 1980. Nei,
akkurat. Og þannig að sko, en maður gat þó einhvern veginn hugga sig við það að þegar þú ert að vinna í feltinu að sko það var svona eitthvað fjármagn til mannréttindamála og svona, þú veist, það var svona reynt að þetta soft power hjá Bandaríkjunum, þú veist, þeir voru borgað 20 bara fjórðung af allri þróunaðarstöðu í heiminum kom frá Bandaríkjunum sem var náttúrulega þeirra soft power. En það sem mig langar bara að segja er að raunveruleikin er sá að stofnanir Sameinuðu þjóðanna, ég hef aldrei séð kollega mína bara hreinlega grátbiðja og þá erum við að tala um sko á samfélagsmiðlum það sem að, og í fréttum og talsmenn samtaka eins og UNRWA, eins og UNICEF, matvæla aðstóð Sameinuðu þjóðanna, flóttamann. Ég hef aldrei séð jafn mikla, sko fólk það er bara verið að grátbiðja aðildarríkjunum að gera eitthvað. Vegna þess að koma fram og segja að þetta er ástand sem við höfum aldrei séð áður. Aldrei, ekki svona slæmt. Ég farið í það en ég hef aldrei verið vitni öðru, þetta er helvíta jörðu. Það kemur bara læknar og landamæra og fleiri sem þú ert að nefna, bara endalaust af svona vitnisburði. En það bara hefur ekki náru, sko. Og það, sko, að því að fólk spyr og hvað með fólki í Súdan, akkur talar ekki um fólki í Súdan? Jú, ég tala alveg um fólki í Súdan, en ég veit ekki til þess að Vesturlönd séu hreinlega að borga undir eða að hjálpa súdanskum fyrirtækjum eða vil ekki slíta stjórnmálasamtæði. Það eru viðskiptaþingjarnir á Súdan, sko. Þannig það er þetta, akkur fær Ísrael carte blanche til að gera hvað sem sýnist. Það er náttúrulega því þeir eru undir verndarvæng Bandaríkjamanna. Á Gaza er fólk að vinna sem ég þekki persónlega, sem að bæði útlendingar og svo þeir sem búa þarna. Líf þessa fólks, það kemur út í nokkra daga til þess að anda, veit reyndar aldrei hvort það fær aftur vísa inn, af því Ísrael algjörlega stjórnar í hvað fyrir nú út og það má ekki einu svona taka með sér sko ákveðin mat. Það er tekin af þeim barnaformúlan sko, mjólkin fyrir börnin. Það er tekin hugsaðu grimmdina. Sko, þú veist, þetta er svo sjúkt og þau eru að lýsa þessu fyrir mér sko að, eins og ég segi, starfsfólk Sameinuðu þjóðanna sem ég þekki persónlega og deilir sínum reynslusögum með mér, þau bara grimmdin í þessu svo hryllilega sko að hvernig að horfa upp á það að börn er að deyja í tonnatali úr bara næringarskorti og það er verið að stoppa mat fyrir börn, ég meina þessi, svo hefur nú ekki kannski rætta mikið en það er þessi þáttaka Bandaríkjanna, hún er svo rosaleg sko, í gegnum þessa hjálparstarf sem ég segi settu á fót sko, sem er bara partur af þjóðamorðinu sko, það sem er verið að sanga þeim saman eins og bara dýrum, palestínumönnum sem þurfa að koma og grátbíða og fá eitthvað hveiti. Hvað er að gera við hveiti? Svo þurfa að fara að finna, það er að kveikja eld, það er að fá vatn, það hefur, eins og ég segi, kollega mínir, þeir munu aldrei komast yfir það tróma, yfir það sem þeir sjá á hverjum einasta degi. Og það sér enginn fyrir endan á þessu og fólk er að gefast upp. Það er nánast búið að akseptera að þjóðernishreinsunin sé bara kannski eina málið að samþykja þar heila að það bara fara eitthvað og það er bara með nakba 2. Allt fólki sem er þarna var hent út úr Ísrael á sínum tíma að þeir verið bara hentin í eyðimörkina í Sínai eða Jórdaníu. Þetta er viðbjóður. Það var fundur á Austurvöldar svo var þingsetning á þriðjudaginn og það var einhverjir voru að mótmæla þar fyrir utan og var hrópað svolítið að fólkinu og ég fór að velta fyrir mér að það er enginn á þinginu sem að er að gera eitthvað. Nei, þetta er magnað. Ég held að það bara er þannig. Það er engin umræði í þinginu. Ég meina þessi fundur með utanríkismálanefnd, maður heyrði ekki neinar kröfur að þetta ganga lengra en stjórnvöld. Þannig ég sé ekki betur en að bara allur þingheimur svarar ekki skyldum sínum að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það. Það verið þarna nokkrar ágætar ræður sko. Ég minnist að Sigmundur Ernir þú veist það er ekki tillögur það er ekki verið að stinga upp á neinu konkrétt eða fara fram á það eins og segir við erum náttúrulega bara ekki með neitt vinstriflokk á þingi heldur sko sem að vera kannski meiri rótaklingar ég meina eins og Píratarnir hefðu kannski verið líka þú veist það væri element sem hefðu verið að krefjast aðgerða þetta er í rauninni mjög sorglegt sko að
Við erum ekki með neina rödd fyrir Gaza, við erum ekki með neina rödd fyrir Palestínu. Ég tek ofan hattin fyrir þeim sem hafa staðið vaktina síðustu 2 ár sko. Örfáir mótmælendur fyrir utan stjórnarráðið og fyrir utan utanríkisráðuneytið, bara kútos til þeirra. Og ég var rosalega glöð að sjá þáttökuna helgina. En það eins og í Bretlandi, þar sem ég bý að mestu, að þar búið að vera, hvað erum við ekki oft búin að fara að mótmæla á götum Bretlands? Og ég meina, stefnan í Bretlandi, hún er hræðileg. Keir Starmer bara complicit. Ég meina, þeir eru bara þáttakendur í að útrýma Palestínumenn með þessu samstarfi, og nú bara forseti Ísraels í heimsókn í eins og ekkert sé í Bretlandi. Spáðu í þessu. Ég meina, Starmer sko, það náttúrulega alveg gríðilega sterkt, við höfum talað þetta, lobbyið, Ísraelsmanna, sem síónista lobbyið. Með gríðilega, bara búin að kaupa upp, ekki bara kaupa upp pólitíkusuna, heldur sko, ef þú talar gegn Ísrael í Bretlandi, það var allavega þannig, það að breytast, þú gast ekkert sagt, þú varst bara, sko, því var bara eitt, ef þú sagðir eitthvað á móti Ísrael fyrir 2 árum síðan, fyrir 7. október, þá varstu bara kallaður niður sem gyðingahatari. Ég meina, Corbyn var fleygt út, hann var endar ekki fleygt út fyrir það. Ég vil bara segja sko að við erum á þessum stað þar sem að almenningur að krefjast aðgerða, en stjórnmálamennirnir okkar eru ekki tilbúnir til þess. Þarna eitthvað svona, það eitthvað bil þarna á milli, sem og svo að reyna að láta mótmælendur líta út sem eitthvað glæpalýð, bæði hér heima með alls konar svona fullyrðingum að einhverja brúður hafi verið morðhótun, og ég veit ekki hvað þú munir eftir því að kasta snjóbolta í bíl til ég var mist, að það var litið á sem einhver stórkostlegt ofbeldisverk sem bara hlægilegt við hliðina á því sem hefur verið að mótmæla. Það ágætt þetta fólk býr ekki í Frakklandi, hvernig heldur það myndi líða þar? Það er búin að loga Frakklandi allan dag í mótmælum, en í Bretlandi líka verið að handtaka fólk fyrir að styðja samtök sem hafa lýst sem hryðjuverkasamtökum, að þau máluðu sprengjubleika, eða ekki? Jú, við máluðu flugvélar RAF, Royal Army, og sko þetta er aðalega pensionistar sem verið að handtaka sko. Þarna misnotkun á hryðjuverkalögunum svo hryllileg sko, og að setja fordæmið, það nefnilega það sem að fólk segir í Bretlandi það, að berjast fyrir réttlæti á Gaza og berjast gegn þjóðarmorð á Gaza líka að berjast fyrir lýðræðinu og frelsinu á vestur, bara í Evrópu. Vegna þess að Bretland bara fullur þáttakandi í þessu stríði, ennþá að leyfa ákveðnar vopnasendingar til Ísraels, og þeir sem að mótmæla sig, það verið að handtaka þarna fólk upp til hópa á því að það sé einhverju terroristar, einhver 86 ára gömul kona, hjúkrunarkona fyrrverandi, að því hún lýsir yfir stuðningi við þessar aðgerðir sem eru náttúrulega ekkert, það enginn sem hefur drepist í þessum aðgerðum, ég meina þetta enginn terrorismi, auðvitað væri hægt að taka þetta fólk og til dóms og laga fyrir það að eyðileggja eitthvað eða brjóta fara inn á restricted area eða eitthvað svona, en þetta er hryllingur, og við verðum að vera svolítið vakandi fyrir þessu hér líka, að lögum sé ekki beitt gegn almennum borgurum einmitt þegar þeir eru að mótmæla og rétturinn til að mótmæla. Það er svolítið, það heyri það er alltaf vilji til þess að búa til þá svona hugmyndum að samfélaginu standi ógn af fólki sem að beita sig fyrir friði, fólki sem að úti, krefst þess að það sé friður, að þetta sé hættulega fólkið. Það bara þannig. En bara að því mér langar að minnast á það, að því að út af vinnunni minni. Þess vegna, fólki sem að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum og innan þessa ramma, það rosalega erfitt að starfa núna innan Sameinuðu þjóðuna á meðan að, eins og ég segi, það verið að grafa undan stofnunum. Það rosalega erfitt fyrir kollega mína sem á Gaza að hafa hort upp á lokal kollega sína drepna 200. Bara, Sameinuðu þjóðurnar bara orðið svona lögmætt skotmark, skilurðu. Og þegar að önnur ríki sjá hvað Ísrael að gera gagnvart lokal fólkinu sem að starfar þá innan ríkjana fyrir Sameinuðu þjóðurnar,
þá verður þetta bara orðið normið, að það ekki lengur einhver vernd í því að starfa fyrir Sameinuðu þjóðirnar, það bara skiptir engu máli. Þannig að afleiðingarnar af því sem að gerast í Ísrael og það sem að gerast í Palestínu og þessi skortur og pólitíska vilja til að taka á þessu, hann á eftir að hafa svo miklar afleiðingar fyrir okkur annar staðar. Vegna þess að það verið að setja ákveði fordæmi með drónaárásum, með árásum á börn, með árásum á leyfa ekki fjölmiðla. Þú veist, þarna komið bara mjög fín handbók fyrir einræðisherra heimsins sem geta bara vísa í það. Ég meina, ég get alveg gert þetta af því að Ísrael gerir þetta. Af hverju má ég ekki gera þetta? Þannig að þetta stór hættulegt að stíga ekki hann inn í og enda þessa umurð sem þetta og þetta þjóðamorð. Eitt sem að hefur verið nefnt út af, sem þú ert að benda á, ólík viðbrögð Evrópu við Rússland eða Ísrael. Og þá hefur verið bent á að þetta sé bara rasismi. Að fórnarlömbin í Úkraínu eru, svona fólk eins og við, hvítt og hörund og svona. En þó svo að gyðingar og palestínumenn séu eiginlega að mörguleyti samskonar fólk utan ára séð, að þá skilgreiningin svo að gyðingarnir eru hvítir en palestínumennirnir eru brúnir. Og þess vegna sé það ekki okkar staða að standa með hinum brúna á móti hinum hvíta. Það eitt, svo hérna þessi kristna hlið á þessu líka, sko. Og það er náttúrulega einhver sem drepa kristna palestínumenn. Já, en það er samt kristnir sem að, ég bara hugsa til langömmu minnar sem að bara stóði baki, hún, þú veist, bara Ísrael sá þetta bara í hillingum sem fyrir hérna landið og þannig að, jú, það vissulega sá hluti, svo þessi náttúrulega búið að vera orðræða. Kristni síonistar í Bandaríkjunum. Svo náttúrulega búin að vera þetta war on terror og þessi, Hollywood búið að standa í því síðastlegin 30 ára að mála múslima sem hryðjuverkamenn. Þetta er bara búið að mata okkur af þessari heimsmynd að múslimar séu svona slæmir. Og svo náttúrulega þegar þú ert með ISIS að hjálpa náttúrulega ekki, því þá getur bara sett alla múslima undir sama hatt, þetta séu bara allir ISIS. En ég, hafandi búið í álfunni og fylgst vel með því að þetta er náttúrulega alveg ræðilegt upplifelse fyrir venjulega múslima sem eru langflestir eins og við, friðelskandi fólk. En þetta er nefnilega bara búið að mata okkur úr, og ég segi þetta bara úr Hollywood, þar sem að hver myndin á fætur annari, ég meina hvar eru múslimar sýndir í einhverju jákvæðu ljósi, í einhverjum hasarspennumyndum, þeir eru alltaf einhverju hryðjuverkamenn. Þannig að það eitt, og svo eins og þú segir, bara einhver svona rasismi sem að þetta fólk það hérna niður frá, það lengra frá okkur og það öðruvísi á litin, þannig að fólk finnur ekki eins mikla samkennd með því þar af leiðandi. Það náttúrulega spilar inn í, en hitt hana mál að ég held þetta sé líka að því að Ísrael þarna partur af stefnu Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum, að þá skilja allir alveg hvað í gangi. Það skilja allir alveg að þarna Bandaríkin. Nú til dæmis í dag Ísrael búin að bomba Húþís aftur. Þeir eru búin að, svo náttúrulega áður hafa verið að bomba Íran og öll nágrannlöndin nema Jórdaníu og Egyptaland. En þannig að við verðum að geopólitískt, ef þú horfir bara fram hjá því sem með þjóðamorðið og Gaza, að þá þetta svolítið vopn Bandaríkjamanna Ísrael í þessari álfu, hvernig þeir haga sér. Þetta svona armur af Bandaríkjastjórn. Sem hefur þá stefnu að halda öðrum ríkjum í þessu heimsluta eiginlega sem brotnum ríkjum. Já, og svo mjög mikilvægast fyrir Bandaríkin og Vesturlönd það til dæmis að Íran og Sádi-Arabar séu ekki sömu megin vegna þess að þeir ráða yfir svo stórum olíuauðlindum. Ef þeir tæki höndum saman, það má alls ekki. Getur ímyndaðar afleiðingarnar af því og hvaða power þeir hefðu Þannig að maður það bara geopolítikin þannig að það náttúrulega búin að vera þarna stefna Bandaríkjanna sem hefur verið að knésetja hvert landi á fætur öðru. Þannig að auðvitað allt í upplaust, hvað sem það í Líbíu sem var eitt af þeim löndum sem var á þeim lista yfir því að þetta knésetja. Þetta er ekkit einu sinni
þetta er ekki einu svona samfærsæriskynningar, þetta er bara það sem hefur komið og það er mér þingmenn í Bandaríkjanum sem hafa bara talað þetta opinskátt sko, stefnu Bandaríkjana. Þannig að við erum bara að lifa í þessum heimi og í þessum miðausturlöndum að þetta er bara einhvern veginn eins og leikvangur Bandaríkjana sem að er síðan tengt olíuiðnaði og samþjöppun fjármagns og hergagnaðiðnaði. Þannig að það er bara... Afstaða ríkisstjórnar hér þar meir í Bretlandi hefur þetta mál verið haft miklar afleiðingar fyrir hann er hérna þetta hlut hann mjög óvissal ríkisstjórn og mjög óvissal forsætisráðherra. Spila þetta mál inn í það? Veit ekki hvort hann einu sinni lifir af þetta kjörtímabil sko, vegna þess að hann er svo óvinsæll og hann gerir gjarnan að fleygja fólki úr flokknum sem er ekki sammálunum. Keir Starmer á eftir að bíða afhróð í næstu kosningum. Það er algjörlega staðreynd. Vandamáli hins vegar er að langmesta fólki sem er frustrerað þá eftir að fara yfir til reform og ekki er það nú skára. Því það er eins og að hlaupa úr sko, ég veit það ekki, reformflokkurinn náttúrulega með Nigel Farage í farabróti og hann nýtir sér frustrasjón fólksins sem að hann, þó að hann hafi nú haft rangt fyrir sér með Evrópusambandið og stóð einmitt mest í, hann var náttúrulega þingmaður í hann var þingmaður hjá Evrópusambandinu sko, þingmaður Breta eða íhaldsflokksins þá, en hann beitti sig fyrir Brexit og hann hefði rangt fyrir sér og nú eru Bretar upp til hópa að viðurkenna það að þeir sjá að sér að hafa kosið með Brexit út af því að smáfyrirtækin líða mest fyrir þetta og landbúnaður enda líka. En að það er svo skrítið þess vegna af hverju fólk hrífst af þessari orðræðu hans. Þannig að ég er rosalega hrædd það að í Bretlandi verði fólksfluttin verði mikið yfir til reform. Sjáum til hvað Corbyn gerir, hann er að stofna nýjan flokk, þannig að það er nú eitt og græningjaflokkurinn er líka að hefur aðeins vaxið fiskur hrygg með þeirra nýja leiðtoga. Skiptum leiðtoga og sem að talar sem er mjög róttækur. Já, einmitt. Já, og hann er mjög pro-Palestine, hann er af gyðingaættum. Sakbalanski, en hann er pro-Palestine. Þannig að vonandi ef að græningjar og Corbyn flokkurinn á einhverju saman, þá gætu þeir kannski mögulega, þeir hafa einsett sér svolítið að setja sig á móti í form. Þeir eru meira sér sko ekki einu svona að setja sig á móti Labour sko, þeir eru nánast búin að bara, en þessi sko pólitíkin í okkar aðelda í okkar svona, þú veist, Evrópuríkjum, hún á eftir að náttúrulega að ráða því hvert við erum að fara, vegna þess að ef að Þýskaland og Frakkland er að fara, ef við erum að fara að sjá Le Pen og ef við erum að fara að sjá í Þýskalandi og þessa og á Spáni líka ef við erum að fara að sjá hægri sveiflu í Evrópu, þá er okkar pólitík líka að fara að gjörbreytast í ennþá verri átt gagnvart til dæmis bara þróunarlöndunum og stríðin bara fyrir Palestínu og þannig að ég fylgist og hér líka vil ég benda á að ef að ríkisstjórnin nær ekki að snúa hér við kerfinu eitthvað, þá erum við að fara að sjá hægri aukar vaksa hér líka og það er strax byrjuð þessi orðræða. Menn vita alveg, það er leikbók og menn vita alveg hvert er að fara með það. Ég held við vitum alveg hvað flokkunni sérstaklega að tala þannig að það er hætt við því að við erum eftir að sjá líka þrátt fyrir að það er margar aðgerðir sem að ríkisstjórnin í dag er að gera sem er gott og vel og maður styður sko, en það er ekki ganga nógu langt, alls ekki nógu langt og ég er hrædd að það verði hægri sveifla, stór hægri sveifla hér líka. Þessi ríkisstjórn er ekki mótvægir umlega við það, heldur? Já, bara það er ekki verið að ganga nógu langt í þeim aðgerðum sem að heimilin í landinu þurfa og ég meina þú sér bara við sem erum á netinu sko, orðræðan og frustrasjónin sem að síðan spilast út í einhverju útlendingafóbíu og fóbíu á transfólki og alls konar rugl sem að kemur ekki málinu við sko, að þannig er tjannilega reiðinni þangað. Ég hef unnið dálítið mikið við það að greina þegar að verða svona til þessar violent extremism eða bara extremism og hvernig það verður til. Ég skrifaði greinum þetta hérna á Vísi daginn sko, það sem ég var að segja vandamáli er yfirleitt efnahagslegt óréttlæti eða að fólk finni sig jaðarsett og ef að þessi ríkisstjórn er ekki tilbúin til þess að ráðast í aðgerðir og fara í þá átt að virkilega að hlusta á fólki í landinu og þessar raddir þá erum við að fara að fá að sjá miklu meira ris á hægri vagnum. Það er bara staðreynd og ég sé þetta bara, við erum stundum svo aðeins eftir á, þú veist, Evrópu
En við erum ekki að sigla inn í kannski svona efnaðslega lægð og erfiðleika sem að Evrópuríkin hafa verið í nokkur ár. Já, og maður getur spurt sig af hverju erum við, hvað hefur breyst af hverju erum við að sigla inn í þessa efnahagslegu lægð? Hvað hefur breyst? Er það vegna þess að allur iðnaður hefur flust yfir til Asíu? Hvað hefur breyst? Það bara einfaldlega í mínum huga vegna þess að þeir eru út með einhverja örfáa menn í heiminum, 100 manns sem eiga meira en helmingurinn af heiminum, efnahagslega, hugsaður 100 einstaklingar sem eiga meira en helmingurinn af heiminum. Þá eru komin á mjög spes stað og þetta þessi samþjöppun auðs sem er að gerast núna, það sem að, þessi ítök bara viðskiptana eru svo gríðarlega og líka minna hjá okkur, nákvæmlega sama, að það ekki viljinn til þess að ná í peningana þar sem þeir eru, þannig að við getum ekki byggt upp okkar innviði eins og við getum og ég meina að þetta er svo fyndið, ég var spurð þetta í dag í sambandi við heimsmarkmiðin. Málið er að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er mjög sósíalísk, því það talað jöfnuð. Þar talað einmitt nauðsyn þess að auðnum sem dreift rétt og líka rétturinn til notkun á auðlindum sé ekki bara fyrir einhverja örfáa ólígarka. Þetta hangir allt á sömu spýtunni. Þannig að við erum ekkert að fara að ná heimsmarkmiðunum ef að síðan allt fjármálakerfið okkar í heiminum eru uppsett þannig að það eru bara einhver stórfyrirtæki og ólígarkar sem að ná sífellt fleiri undir sig. Það þarf einhverja leiðréttingu. Ég vola hrædd að við séum að fara inn í einhverja svona fasista öldu áður en við pendúllin sveiflast tilbaka þar sem við getum fengið eitthvað meira efnahagslegt óréttlæti. En það er rosalega erfitt að síðan að starfa í þróunaríkjunum, það sem eða þessi í ríkjum sem eru jafnvel átök geisa eða eru bláfátæk og sjá að þau eiga ekki séns bara í þessum heimi. Vegna þess að við erum ekki tilbúin til þess að fjárfesta í þeim, við erum ekki tilbúin til þess að veita þeim aðganginn á markaðin okkar, við erum ekki tilbúin til þess að gefa þeim lán á sömu kjörum. Við erum að, Vesturlönd græða enn þann dag í dag á því að sækja hráefnið þangað. Við erum ekki tilbúin til þess að leyfa til dæmis Afríku að lyfta sér upp. Og þess vegna erum við að horfa fram á hreinlega að þetta efnahagslega óréttlæti og fjöldi flóttamanna mun hreinlega aukast ef við erum ekki tilbúin til þess að gera það sem rétt er. Við þurfum ekki endilega að vera að eyða einhverjum rosalega gríðlegum fjármunum í þróunarhjálp og mannúðaraðstoð. Það sem þessi ríki þurfa eru innviðir og fjárfestingar og markaðsaðgengi. Ekki þetta að við séum með einhverja bitlinga til þeirra þar sem við ákveðum hvað við ætlum að gefa þeim að því við vitum hvað þeim er fyrir bestu. Þetta er svo úrelt fyrirkomulag í þessum heimi, þessum strúktúr, að það þarf eitthvað að breytast, En ég er samt jákvæð að því að það eru raddirnar í suðrinu er að vera sterkari. Við erum að fara inn í fjölbúla heim. Þannig að ég leyfi mér að vera jákvæð að pendullin minn sveiflast á einhverjum tímabili í rétt átt. Þá ertu raunverulega að segja það að þú vonist þess að þeirra Bandaríkjamenn ganga raunverulega frá Sameinuðu þjóðunum og alþjóðlegum stofnunum eins og þeir hafa verið að gera kerfisbundið í marga áratugi og með vaxandi hraða núna undir ríkisstjórn Trump að þá muni Kína koma og verða burðarásinn af alþjóðlegu kerfi sem að tryggir rétt smáríkja og hópa. Nei, það er nú ekki alveg þannig því að Kína er mjög athyglisvert. Kína er ekki að fara að stíga inn í þetta rými sem verður. Hver á að stíga inn í tómarúm? Það stígur enginn inn í það. Ég hefði frekar viljað sjá. Það er frekar þá að öll smáríki heims fari að organisera sig meira heldur en að það sé bara BRICS-löndin og Bandaríkin sem að séu bara að ráði öllu hreinlega. En er það ekki líklegast að það verði þeir hópar sem að telja sig eiga ráða heiminum, að það verður Bandaríkin og önnur stórveldi sem að fara með heiminn eins og skákborð? Jú, en Kína hefur, að fylgjast með Kína í Afríku er mjög athyglisvert vegna þess að þeir hafa verið að gefa mjög mikið af lánum og svo hafa kannski ríkin ekki geta borga láninu þannig að þeir hafa hreinlega geta þá bara tekið yfir einhverjum auðlindum eða jafnvel yfir höfnum og annað þannig að það er vissulega ekki endilega gott fyrir þau ríki en þeir hafa ekki verið með sömu hernaðar í hlutun eins og Vesturlönd. Þetta er öðruvísi samkomulag og öðruvísi samband heldur en þetta hernaðar, þessi herlaga nálgun. En það sem að
nú ég engin orakol í þessum efnum, en það sko fjölpólaheimur, hann leyfir miklu fleiri gerendur. Ég myndi vilja sjá til dæmis að sko ríki Afríku þurfa bara hreinlega að fara að þjóðnýta líka bara sína og eitt í þessu að sjá til dæmis ríki greiða atkvæði í allsherjarþinginu gegn Bandaríkjunum var margt af þessu óhugsandi fyrir bara nokkrum árum síðan, vegna þess að ríki Afríku eru náttúrulega hafa verið dauðhrædd við Bandaríkin, en vald Bandaríkin að minnka svo mikið Afríku að þú sér núna til dæmis í lönd vera að greiða gegn Bandaríkjunum og Ísrael til dæmis í málefnum Palestínu. Það athyglisvert að þau skuli hreinlega þora því, vegna þess að það gríðarleg pressa á þessi lönd að fylgja Bandaríkjunum, og Bandaríkin hafi verið að hóta því að draga þá úr aðstoð, og nú eru þau vissulega búin að gera það mjög víða. En nú hér kemur nefnilega, þegar þau fara mögulega að þjóðnýta sínur auðlindir, þá eru komin á allt annan stað. Þannig að það eitthvað sem við megum örugglega búast við að sjá. Ég meina þessi hernaðarátök hérna í Sahel og Vestur Afríku, þar sem hafa verið sko ríkisstjórnum steypt af stóli, að þar er mjög líklegt að það verði einhver svona, ég meina Frakkar eru búið að ýta þeim hreinlega út úr Mali. Þannig að það eru gríðarlega breytingar sem eiga sér stað. Evrópa er að missa öll tangarahaldin sem þau hafa haft sko í gömlu nýlöndunum sínum. Ég ekkert að segja að þetta sé betri eða verra, það eru bara breytingar sem eiga sér stað, og eins og ég segi, það eru margir sem tala fyrir því að Afríkuríki eigi hreinlega að fara að þjóðnýta auðlindir sinnar. Nota þær til þess að byggja upp innviðina. Samfélag. Já. Herðu Helen, takk fyrir að koma hingað við Rauðaborðið á leiðinni til landsins. Takk fyrir, alltaf gaman að koma til þín í spjall. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.